Í apríl 1979 tók Íslenska Jafnblendifélagið til starfa. Það var í eigu Elkem og Íslenska ríkisins. Síðan þá hafa miklar breytingar orðið og verksmiðjan stækkað og dafnað. Nú heitir hún Elkem Ísland og Einar Þorsteinsson forstjóri þar. Já, verksmiðjan á rauninni 35 ára framleiðsluafmæli núna í apríl. Fyrsti ofninn, hann byrjaði að framleiða í apríl 79 og síðan kom ofn númer 2, 78 og síðan þriðji ofn okkar, við erum með 3 ofna í rekstri núna. Hann kom síðan, var byggður á árunum 98 til 2000. Hafa orðið miklar breytingar hér á öllu umhverfi síðan þið komum? Mörguleyti getur maður sagt ekki, þetta er sami grunnprósess sem við erum með, en á hinn bóginn getur sagt að hafa orðið byltingar. Við vinnum málminn töluvert mikið meira en áður, heldur en var í upphafi. Við erum með sérhæfðari málm, við erum með fleiri viðskiptavinni og síðast en ekki síst þá hafa bæði umhverfismál og öryggismál verið tekin ákaflega föstum tökum sem við erum mjög stolt af. En hvernig er það, þessi framleiðsla ykkar? Í hvað er hún notuð? Kísiljárn, við viljum nota orðið kísiljárn í dag, ekki endilega járnblendi, er notað sem hráefni í stálframleiðslu. Og það má líka þessu við þegar maður er að framleiða súpu, þá notar maður krydd út í súpuna. Kísiljárn er notað sem krydd út í stálframleiðslu. Og hvaða gagn gerir það í stálnum? Það er til að stýra eiginleikum stálsins, varðandi styrk, seigju, þol og svo framvegis. En 35 ára gamalt fyrirtæki og það eru margir starfsmenn sem hafa verið hér, nánast frá upphafi, ykkur alveg frá upphafi. Já, við erum ennþá með, ég held ég geti sagt á bilinu 10 til 15 einstaklinga sem hafa verið með hér frá fyrstu dögum og, satt best að segja, sumir frá fyrir fyrstu dögum verksmiðjunnar því að þeir voru hjá verktakanum sem var að byggja í upphafi. Þú ert búin að vera hérna nokkuð lengi Árni, alveg frá upphafi eða hvað? Já, ég hef búin að vera hérna síðan 2. mars 1979 og bara mjög sáttur. Þannig að þetta er góð unnustaða fyrir þig, að minnsta kosti. Já, mér finnst það. Ég byrjaði hérna sem transportari hérna á höfninni sín tíma sem fleiri voru náttúrulega við störf og hérna fór svo hérna yfir á rannsóknastofuna áramótin 87-88 og hef verið hérna síðan og vonandi fæ ég að vera það sem eftir er. Þannig að það er ekki mikið hreyfing á starfsfólki hér eða hvað? Það er hjá okkur eins og öðrum, það er annars vegar mjög lítil hreyfing og svo er alltaf ákveðin hluti þar sem er mikil hreyfing, en í heildina er lítil hreyfing, já. Bjarni Gunnarsson, þú ert búin að vera hér starfandi, já, yfir 30 ár? Já, tæp 30, 86, þá kem ég hérna. Afmælisdaginn minn, 4. febrúar 86, þá byrjaði ég hérna. En það er mikla breytingar og þú hefur eflaust verið í öðrum störfu þegar þú byrjaðir heldur en núna? Jú, það er búin að breytast í gegnum árin, sko. Ég er sem velvirki og kemur slipnum eins og margur sem vinnur hérna og svo er þetta svona þróast í gegnum tíðina og er svona staðan í dag, það er kallað sýslumenn, þau erum hérna nokkri sem hefur hverjult sitt pláss hérna, eða svæði, það er svona einhver skemmtileg þýðing úr skandinavísku, sýslumenn, en okkur er semst það sniðugt að vera kallað sýslumenn. Ég er sem með ábyrgur fyrir viðhald og eftirlit á einum ofninum, ofni 1. Það er svona gamaldags vinna að hluta og svo er svona bókhald og eftirlit og tölvuvinna. Þú ætlar að vera hér áfram bara Bjarni, eða ekki? Jú, já, svona stefnan. Stefnan að fara að styttast í aldurinn, en ég hef ekkert svo sem hugsað mér mikið til hreyfings. Það er alltaf einhverja pælingar að það minnkar með aldrinum. Höfnin og allt umhverfi hér í kring, það hefur líka breyst. Já, það hefur náttúrulega breyst gríðarlega mikið varðandi það að þegar við byrjum hér 79 þá erum við ein hér á svæðinu og rekum höfnina í þeirri mynd sem hún var þá sjálf. Meðan í dag er höfnin á vegum Faxaflóahafna, við leigjum land af þeim og síðan er komið hér fjöldi en allur af fyrirtækjum á Grundartanga sem er stórkostlegt að sjá hvernig það hefur vaxið á undanförnum árum. Eru þið í samstarfi við eitthvað af þessum fyrirtækjum? Við erum í nánu samstarfi við mörg þeirra, þetta er mikið til þjónustu fyrirtæki við stóriðju fyrirtækin, verksmiðjurnar báðar og við erum að kaupa mikla þjónustu af þeim. Nú við erum þáttakendur í hafnarstarfseminni sem
hálfgildins eigendur að klafa sem sér það. Þannig já, við erum í miklu samstarfi. En hvernig það, Einar, við vorum í skógræktinni daginn upp í Skorradal og þar kom fram að Skógrækt ríkisins að selja þetta fyrirtæki hér mikið af timbri. Í hvað notið það? Já, samstarf okkar við skógræktina, ekki bara í Skorradal heldur víðar, ákaflega skemmtileg og hún snýst í raun 3 atriði. Hún snýst umhverfismál, hún snýst ákveðna framtíðarsýn og hún snýst atvinnusköpun. En við erum semst að nota gresjuna við frá skógræktinni sem við notum sem hráefni inn á okkar ofna. Það bæði umhverfisvænlegt varðandi verksmiðjuna okkar og framleiðsluna. Þetta kemur núllar út kolefnislosun okkar að einhverju leyti. Þetta styrkir umhverfi varðandi ræktun í landinu og að skapa atvinnu á Íslandi, þannig að þetta í alla staði ákaflega skemmtilegt. Var þetta allt flutt inn áður eða hvernig var þetta? Við erum tiltölulega nýbyrjaðir að nota timburkurl í okkar framleiðslu til þess að styrkja okkar framleiðsluferli. Í dag erum við að flytja inn gríðarlegt magn og erum síðan hægt og bitandi að nota meira og meira sem fellur til á Íslandi. En eins og ég sagði, þetta líka spurning framtíðarsýn. Þetta vaxandi grein skógræktin, gaman að orða þetta svona. En við þurfum að hugsa í árum, hugsalega áratugum, þangað til að Ísland verður nægjanlega stór framleiðandi af timbri fyrir okkur, en við viljum gjarnan taka þátt í þessu starfi. En þeir eru líka byggjað svolítið á grunni sem lagður var hér strax í upphafi. Ég man eftir því að þegar Jón Sigurðsson var forstjóri hér á fyrstu árum að þá var þetta alltaf sumarvinna starfsmanna, það var að planta trjám hérna í nágrenninu. Já, og sá skógur reyndar hér, nágrennum við okkur og hefur dafnað ágætlega. Ég ekki viss að Jón hafi séð fyrir hvað við erum að nota mikið magn eins og við notum í dag. Sá skógur að vaxa, við erum ekki farin að grisja hann að neinu ráði, en hugmyndin, hún var strax frá upphafi, það alveg hárrétt. Starfsmannafjöldin, hvað mikill hann hér í dag? Starfsmannafjöldin hjá okkur einhvers staðar í bilinu 150 til 160 starfsmenn beint hjá fyrirtækinu. En ef ég tel alla sem að vinna hér dagstaglega í viðhaldi, þjónustu, flutningum og svo framvegis, þá það eitthvað vel á 300. En Einar, þessi verksmiðja var náttúrulega reist á sínum tíma þegar það var að finna markað fyrir íslenska orku. Hún hefur vaxið og dafnað og búin að lifa þessi 35 ár. Hver framtíðarsýnin hjá okkur núna? Framtíðarsýnin okkar svo að við viljum gjarnan vera hér áfram í önnur 35 ár. En við erum í þeirri stöðu að það að styttast í lok á okkar orkusamningi og við erum semst að ræða núna við orkusala áframhald á því og þar verð ég því miður að segja að það mætti vera bjartara fyrir okkar hönd. Verðið orðið á hátt eða? Það verið að tala verð sem við eigum mjög erfitt með að standa undir. Sveitarfélagi Hvalfjarðarsveit var til við sameiningu 4 hreppa árið 2006. Nú í vor því liðin 8 ár frá því sveitarfélagi var stofnað. Það hefur vaxið talsvert á þessum árum og atvinnustarfsemi þar fjölbreytt. En Laufey Jóhannsdóttir búin að vera sveitarstjóri síðustu 6 ár. Þú komst hér sem sveitarstjóri bara að 2 ára gamlu sveitarfélagi. Hvernig var að koma hingað í Hvalfjarðarsveitina? Það var spennandi og það fólust í því mörg tækifæri. Það fólust í því áskoranir og það hefur verið óskaplega gaman en auðvitað var margt sem var ekki fullmótað sem við höfum verið að gera sameiginlega með sveitarstjórninni og það var auðvitað hlutinni með sitt hvorum hætti í hverju hreppi fyrir sig í gömlu hreppunum en það þurfti að sameina þetta og ég held að það hafi alltaf verið horft til þess að það besta úr hverjum hreppi fengi að halda áfram og því væri fleytt áfram. Það var svona að horfa á hvernig þetta var mótað. En nú varst þú ekki alveg blautt á bak við eyrun. Hvað var það sveitarstjórnarmál? Þú varst búin að koma talsveit að þeim í Garðabæ, var það ekki? Jú, ég var búin að starfa lengi í sveitarstjórnarmálum í Garðabæ. Ég var í 16 ár í sveitarstjórn þar. Var þar forseti bæjarstjórnar meirihluta tímans. Ég var í formaður fjölskyldunefndar, leikskólanefndar, leiddi skipulagsmál sem formaður skipulagsnefndar, sinnti töluvert af menningarmálum, hafði á minnikönnu allt sem sneri að
að vinabæjarsamskiptum erlendum, þannig að já, með svona ansi víðtæka reynslu en mitt gamla starf og minn bakgrunnu liggur hins vegar í ferðabransanum. Nýtist þetta ekki allt í sveitafélaginu Hvalfjarðarsveit og þetta sem margfalt minna sveitafélag bara með rúmlega 600 íbúa? Sko, það þannig að það bitnar eiginlega engu hvað sveitafélagið er stórt. Það verður umfangsmeira verkefnið en það eru sömu verkefnin alveg óháð stærðinni finnst mér. Og það velferð íbúanna, það að fara vel með almannafé og það að sjá til þess að það skyldur sem okkur eru settar á herðar að við framfylgjum þeim og það bitnar engu. Það verkefni sem fylgir okkur alveg hvort þau munu 600 eða 6.000 eða 60.000. En nú, þótt að þetta sé ekki fjölmennt sveitafélag, þá nú mjög fjölbreytt atvinnustarfsemi hér og við höfum bara séð það í þessu þáttum sem við erum búin að vera með hingað til að það víða komi við, allt frá Grundartanga og inn í Hvalfjörð og hér undir Melasveit. Já, ég held að það sé einn af stóru kostunum við þetta sveitafélag. Það þessi fjölbreytta atvinnustarfsemi. Við byggjum hér á gamalli hefð í landbúnaði og svo eru hér framsækin bú sem standa hér í fremstu röð í landbúnaði. Við erum með hvalveiðarnar sem eru hér reka sína hvalstöð og eru eiga langa sögu og við erum svo aftur með Grundartangasvæðið og svo mjög fjölbreytt lítil fyrirtæki og svo náttúrulega búgreinin sem heitir ferðaþjónusta alveg blómstrar hér og í þessi stutta fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu gerir það verkum að ég held að séu endalaus tækifæri í ferðaþjónustu hér á þessu svæði. Það er mjög stór og vaxandi starfsemi alltaf á Grundartanga. Þetta byrjaði nú allt með einni jafnlendiverksmiðju en það heldur meira þann í dag. Og kemur sveitafélagi mikið að þessu þarna? Þið eigið náttúrulega einhverja hagsmuna að gæta. Ja, skipulagsvaldið á Grundartangasvæðinu í höndum sveitafélagsins. Það þannig samkvæmt lögum. En eignarhald á svæðinu allt saman í höndum Faxaflóahafna og síðan sem sagt sveitafélagið Hvalfjarðarsveit ásamt fleiri sveitafélögum eignaraðili að Faxaflóahöfnum. Þannig auðvitað sveitafélagið með óbeinum hætti aðili að. Það gríðarlega fjölbreytt starfsemi niður á Grundartanga. Jú, það rétt að byrjaði með Elkem eða járnblendiverksmiðjunni á sínum tíma. Hann var ákaflega framsýnn held ég, hann Jón Sigurðsson þegar hann fór af stað með þessa framkvæmd. Síðan kemur álverið og síðan eru þarna mörg fyrirtæki búin að koma sér fyrir og það mikill áhugi fyrir uppbyggingu og þetta fjölbreytileiki töluverður en auðvitað þetta meira iðnaðarsvæði heldur en margt annað. En þarna eru býsna mörg fyrirtæki búin að koma sér vel fyrir, þjónustufyrirtæki, verksmiðjur, Lífland þarna búin að koma sér vel fyrir og fleiri. Nú horfa margir til Grundartangahafnar sem framtíðarhafnar á suðvestur horninu. Það sé alls staðar byggð sem þrengi að nema á Grundartanga. Getur þetta nokkuð annað en vaxið? Getur ekkert annað en vaxið, það alveg rétt hjá þér vegna þess að alls staðar maður horfir á þar hefur byggðin verið að ýta hafsækinni starfsemi í burtu á Faxaflóasvæðinu nema hér. Hér friður og ró og menn geta haldið þessari uppbyggingu áfram alveg eins og þeim dettur í hug. Svo fremur sem menn eru svo innan þeirra skilmálar sem settir eru uppbyggingu. Þú minntist á hvalstöðina Laufey, skiptir hún miklu varðandi tekjur fyrir sveitafélagið? Hún skiptir gríðarlega miklu máli fyrir sveitafélagið vegna þess að ef við horfum á alla þá sem hafa atvinnu og fá vinnu í hvalstöðinni á hverju einasta ári, þá skiptir það gríðarlega miklu máli. Sveitafélagið fær svo aftur tekjur af fasteignunum, það eru einu tekjurnar raun og veru sem að sveitafélagið fá af fyrirtækjunum, það eru fasteignagjöldin sem koma inn. En fyrst og fremst horfi ég á það sem hluti af uppbyggingu og hluti af þessari atvinnuflóru sem við vorum að tala áðan að skaffa sem flest atvinnutækifæri. Þannig að það skiptir talsverðu, þau ársi veiðar eru stundar, þau eru vænlegri þá hér en annar staðar. Gríðarlega mikil og jákvæð samfélagsleg áhrif, já.
Þið eru með grunnskólan hér upp í Leirárgarða en hins vegar leikskólan hér á Hagamel. Ekkert erfitt að hafa þetta í tvennu lagi? Nei, það hefur bara reynst ágætlega. Það var sameinaður leik- og grunnskóli í eina stofnun 2011. Þannig að þetta er að byrja 3. rekstrarárið núna með sameinaðan leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Og það gengur ágætlega. Við erum þá bara með 1 stjórnanda sem heldur utan allt saman og ég held að það hafi bara verið til þess að bæta þjónustuna við nemendurna. Og skólaakstur á báða staði þannig að það skiptir ekki máli fyrir foreldrana? Það er bara skólaakstur fyrir grunnskóla. Það er engin skólaakstur fyrir leikskóla. En við tókum eftir því og maður var búinn að heyra fréttir að þið eru að leggja ljósleiðara hvað heima öllum bæjum með það? Það var tekin ákvörðun, djörf ákvörðun held ég, en gríðarlega jákvæð að sveitarfélagið ákvað og sveitarstjórn held ég hafi sýnt þar mikla framsýni og djörfung að leggja sem sagt ljósleiðara að öllum heimilum, lögheimilum í sveitarfélaginu. Það er þannig að það er ekkert alveg, liggur ekki alveg í kortunum að einhver ætli að taka það verkefni að sér að leggja ljósleiðara í dreifða byggð eins og Hvalfjarðarsveit. Því Hvalfjarðarsveit er sannarlega dreifð byggð og það var ákvörðun sveitarstjórnar, sameiginleg og samþykkt samhljóð að fara í þetta verkefni og við erum búið með svona 20-30% og það er gert ráð fyrir því að þessu verið lokið núna á miðju árið 2014. Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif, gríðarlega jákvæð og bætir lífsgæði fólks hér mikið. En þetta kostar væntanlega talsverða peninga og svo eru hér, sér maður, heimreiðar upplýstar. Er þetta þá ekki bara moldríkt sveitarfélag? Við fáum að heyra það allavega. Við erum búin að standa í mikil uppbyggingu, eins og sagðir áðan. Þá var sveitarfélagið til árið 2006. Hluti af því þegar sameining var samþykkt var það, menn ákvað það fari hér uppbyggingu á annars vegar að gera hér sameina stjórnsýsluna í 1 og B það var það að byggja yfir nýjan grunnskóla. Því verkefni lokið, það var auðvitað tæmdir allir sjóðir og rúmlega það þegar sú framkvæmd var búin, þannig að nú var næsta verkefni, það var ljósleiðari og það er sú framkvæmd sem við erum að fara í núna. Ég segi það nú ekki, það er ekkert mikið til í sjóðunum núna, allavega í augnablikinu, við kíktum í kassan núna í janúar 2014 en það jafnar sig nú þegar framlíða stundir. Þannig að þú ert bjartsýn bara á framhaldi? Já, bjartsýn á framtíð Hvalfjarðarsveitar. Starfsfólk Markaðsstofu Vesturlands hér í Borgarnesi vinnur að markaðssetningu landshlutans alls fyrir ferðaleg. Rósa Björk Halldórsdóttir er framkvæmdastjóri Markaðsstofunnar. Þið eru að markaðssetja Vesturland alveg látlaust fyrir ferðamenn. Hvernig gengur? Það gengur bara vel. Við höfum verið að vinna í nokkrum verkefnum sem að ýta sérstaklega á ferðamenn að koma til landshlutans á jaðar- og vetrartíma. Það hefur verið svona megin áherslan okkar. Sumarið, þeir sem reka fyrirtæki bara yfir sumartíman, þeir fá alltaf líka, það fleytir alltaf til þeirra líka þó við séum megin áhersluna á vetur- og jaðartíma. Eru þið með opið hér allt árið í upplýsingamiðstöðinni í Borgarnesi? Já, þetta er landslutamiðstöð sem þjónustar allan landshlutan og sjálfsögðu veitum við upplýsingar til ferðamanna sem að koma hingað og að spyrja alla landslutana, allt Ísland í raun og veru og hún er opin allt árið umkring. En hvernig gengur að fá þá sem vinna við ferðaþjónustu á Vesturlandi til að hafa opið yfir vetrartíman? Þetta var öllu bara lokað í september hér á áður? Já, okkur finnst þetta var mjög erfitt til að byrja með. En mér finnst mikil hugarfarsbreyting að fólk er að sjá meiri ávinning í að hafa heilsársopnun og það hefur við höfum svona verið að reyna að nefna dæmi líka upp á bara að þetta er oft hagræðing í rekstri. Það er líka erfitt að reka fyrirtæki sem er bara keyrt á 3, kannski 4 mánuðum á ári. Þú þarft jafnvel að endurnýja allt starfsfólk, þú ert alltaf að þjálfa nýtt fólk, þú fjárfestir oft í betra starfsfólki ef þú getur boðið upp á heilsárs vinnu heldur en ef þetta er bara tímabundi. Erfitt ofta að þjálfa ef þetta er bara byggt á skólafólki eða útlendingum að þú veist viðkomandi kannski rétt að komast inn í starfi þegar hann er farin aftur.
Það ekki samt svo að hótel til dæmis hér í dreifbýlinu hafa meira og minna byggt á skólafólki? Jú, það hefur verið þannig og það hefur verið náttúrulega sérstaklega erfitt núna undanfarin kannski ár vegna þess að tímabilið alltaf að lengjast, þessi háanna tími og það bara allt komið á fullt löngu áður heldur en að skólafólkið laust til starfa og svo þarf það náttúrulega að fara aftur í skóla haustinn þegar að það ennþá allt á fulli. Þannig að þetta klárlega og þetta mun bara ástandið mun versna þessu leyti ef að ekki fleiri fyrirtæki koma inn með heilsásopnun og það eru mjög mörg fyrirtæki sem hafa verið að lengja í báða endana og við finnum mikið þetta mun auðveldara fyrir okkur núna. Við höfum haldið uppi svona vetrarlista á vefnum hjá okkur á vesturland.is sem á 3 tungumálum sem landshlutavefurinn okkar og þar höfum við haldið uppi upplýsingum og tekið saman þá sem við höfum gert þetta 2 ári að taka saman þá sem með opið yfir vetrartíman og haust og vor og ef við berum saman þessi gögn frá því fyrra þá er þetta alveg epli og appelsína, það mikill munur. Fylgst vel með og talið hve mikið af ferðamönnum kemur á Vesturland á hverju ári? Nei, því miður þá höfum við bara ekki haft fjármagn til þess en við vorum að fá styrk núna í gegnum ferðamálasamtök Vesturlands og styrkurinn kemur frá ferðamálastofu þar sem við erum að fara af stað með svona gæða- og viðhorfskönnun og þar munum við svona reyna að við kannski fáum ekki alveg það eru flest fyrirtækin sem halda utanum hvað koma margir hverju sinni, þetta auðvelt fyrir þau að finna þessu gögn. Mikið svona, hobbygistingu, ykkur sem eru bara með svarta gistingu? Það ekki mjög mikið það hérna hjá okkur á Vesturlandi. Við höfum reynt að standa vörð þetta að hvetja fólk til þess að skrá sig því að við erum yfirleitt með puttan á púlsinum og fréttum fljótlega af því ef einhver að reka gistingu og við höfum þá sambandi við viðkomandi aðila og segjum þeim reynum að hvetja þá til þess að hafa þetta allt saman löglegt og ef það gengur ekki þá tilkynnum við það til sýslumanns. Nálægð í Reykjavík, sagðirðu, eigum við ekki að nýta okkur líka þá nálægð með því að bjóða upp á einhverja stuttaferðir? Við erum að því, búin að vera að vinna núna í verkefni sem við köllum Circles sem eru ferðarhringir á Vesturlandi til mótvægis við gullna-hringinn og við teljum að gullni hringurinn, hann væri ekki gullni hringurinn, það væri ekki allt þetta fólk þrátt fyrir flottar náttúruperlur á gullna hringnum að þá væri hann ekki gullni hringurinn ef að fólk væri ekki að sameinast að nota sama nafnið yfir þennan ferðarhring og það erum við að gera, við erum þannig landfræðilega sett að við erum með fullt af flottum hringjum sem búið að vera að keyra á í áratugi, fullt af ferðaskipuleggjendum og jeppafyrirtækjum í Reykjavík sem að keyra yfir Kaldadal og allt árið kring og þeir sem að keyra á ýmsa hringi, Snæfellsneshringinn til dæmis og Snæfellsnesið hringur en það kemur til dæmis hvergi fram í ferðahandbókunum, það alltaf talað Snæfellsnes Peninsula. Þannig að við erum svolítið að reyna að breyta þessari hugsun og benda á það að hér fullt af svona flottum bæði dagleiðum og leiðum sem hægt að keyra á lengri tíma með þessu Circles-verkefni. Það eru ferðamönnum bara til að fjölga hérna næstunni? Já, við þurfum núna að fara að spýta í að auðvitað þurfum við að markaðssetja og leggja áherslu á veturinn og jaðartíman til þess að þessi fyrirtæki sem hér starfa í ferðaþjónustu geti vaxið og dafnað en við þurfum að bæta miklu meira í uppbyggingu á innviðum á ferðamannastöðum. Þar aðal þar þarf fjármagnið að skila sér inn á þessa ferðamannastaði.